Góðan daginn og verið velkomin í Tempo. Ég heiti Stulli. Og ég heiti Andri. Og síðast en ekki síst fórum við og spurðum gangandi vegfarendur heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Bara réttlátt, hverja mánaða refsing, það bara mjög veist. Bara sorglegt, alveg það. Mannlegur harmleikur. Ég held að Þýskaland vinni mótið þó svo Argentína sé mitt uppáhaldslið. En ég held að þýska stálið sé búin að heldur samfærandi og ég er nokkuð vissum að það geta bara. Ég held að Sýslendingar það geta. Sýslendingar? Já. Koma mjög óvart. Herru, ætli það verði ekki bara Müller hjá Þýskalandi? Messi ætli það verði ekki með bestur. Vonbrigði mótsins eru klárlega Portúgalar. Ég er búinn að sjá 3 leiki með þeim og þeir eru búinn að vera arfaslappir og minn maður, Ronaldo, er búinn að vera langt frá sínu besta. Það er spurning. Portúgal náttúrulega, England, Portúgal, þeir sjá þessi 2 liðlum ná betra. Costa Rica. Ég held að sé náttúrulega klárlega Costa Rica sem kom mest á óvart. En mér finnst líka Kólumbía eigi smá hróskilni. Þeir eru með fínt lið en þeir eru búin að spila mjög vel. Síle. Brasilía vinnur. 2-1. Herru, ég reikna með því að Brasilía taki þetta heimaðið. Og síðan kíktum við á Sean Robert Niklo, leikmann Þórs. From San Diego, California. Something about San Diego. It's very laid back. I don't know, we would have to play in a friendly match. 11 caps. 0 goals. I think it's, I like it because it's you know, you're away from a lot of distractions compared to like when you're living in Reykjavik, you know, in the main city, so it makes you focus more on football. I don't know, I mean, it's good, you know, the level's high, so, you know, I've only played a few games, so it's kind of, I'm still getting used to everything. I like midfield, either out wide or in the center mid. We'll have a big breakfast, usually like eggs or an omelet or something. And then a couple hours before the game, I like to have, you know, like a pasta salad, chicken pasta salad, and lots of water, and Gatorade. No, I didn't really know too much. All I knew was Chuck was playing over here and doing really well. So no, I didn't really know too much about it before coming over here. Expectations. We know that the level's really high. You know, it's obviously, you know, you're playing in the top league in Iceland, so there's going to be, you know, the competition's really good. You know, but I think it was good coming back over to European football, you know, to prove myself over here like I did before. But yeah. I went to the University of Connecticut, also known as UConn. Playing there was really fun. I think those were the best 4 years of my life, and I really miss those days. Not really.
I think they're going to do really well. You know, how they're playing lately, you know, it's surprising a lot of people, but you know, I definitely think they'll make a good push, make it go really far in the tournament. Chile. Benzema. Við hittum 2 bodybuilders og letum að keppa í kappum. Bara 3, 2, 1 og 3. We have a winner! Ég ætla að byrja að óska til hamingju með sigurinn á Dóra hérna. Já, takk fyrir það. Þetta var samt í rúst, eða ekki? Jú, það var aldrei spurning. Hvað er þið að taka í bekk? Í bekk? Já. Ég er ekki mjög góður bekk, þetta er 120 kg fjöldbekk. Það er svo að þessi. En Ég á 200 og eitthvað. 200 og eitthvað? Ok. Hvort haldið þið með Þór eða Ká? Ég er báðið það sjálf sko, skráður Þór. Já, einmitt. Ekki þú, eða? Ég er Ká-maður, en einhvern tímann plataði Dóri mig til að spila handboltaleik með Þórsunum eftir að hætti að spila handbolta og mér skilði þessi ennþá skráður í Þór. Hann er Þór sér. Já, ok. Hvaða 3 myndi velja til að taka með ykkur að eyði? Taka bróður minn og Dóra. Kæristan hennar. Ok, en Ég veit sennilega Jó, taka Viktor, hann geti ráðast á villidýrinn þar eða eitthvað. Og líka Gunnar Nelson. Og það var fínt. Og kannski Sigga Halle til að kokka fyrir mig. ok. Hvað er það að borða það mikið á dag? Oft. Svo oft. Eða veist bara, hvað er það að borða það, hversu mikið? Helling af góðu mat. Og það er 7-8 sem á dag. Ok, en þú? Já, þetta sé bara eiginlega mjög sumið frá þeim sko. Bara, jú, oft og hvað, mikið sérstaklega núna í sumar. En ekki sérstaklega hratt samt. Nei, ekki hratt. Annars hefði unnið Viktor í kappinu. Hvað æfið þið oft í viku og hversu lengi? Ég er sjálfur aðeins svona, hvað, 6 í viku eða eitthvað. Kannski svona 2 tími senn. Koma dagar sem ég æfi 2 í viku. Nei, 2 á dag. Já, það er kannski bara svona, það er bara sérstaklega tímabila sem ég æfi 2 á dag. En annars kannski bara 6 í viku. En Ég er að hafa 9 sinnum í viku. 6 dagar einhvers, frí á sunnudegi. ok. Með hvaða liði haldið þið á HM? Sko, ég spáni titlinum minn, ég skeit alveg að það sko. Ég veit það ekki alveg. Ég er heillar á Afríkuþjóðunum. Já. Ég hef svo litli vita fótbolta. Hann hatar Ég hata ekki fótbolta, það var náttúrulega á. Ég sá hérna Suárez beat einhvern, fannst það gett? Nei, ég veit það ekki, einhverjum mann. Það er einhvern. Um Afríkuþjóðum. Já, takk fyrir þetta.
ég heiti Stóri, ég skate á mig í kappbáti against Big Sam. Þannig ég þarf að detta hann á mistara hérna. Þetta er tempo. Klár! Takk fyrir áhorfið. Við sjáumst í næstu viku.